Guðmundur Einarsson myndhöggvari og málari frá Miðdal lýsti Soginu með þessum orðum. Sogið, mesta bergvatnsá á Íslandi, er torsótt og brellið veiðivatn. Það er gífurlega breytt á köflum, botninn sprunginn og óreglulegur, fallhraðið mikill og hins vegar lygnu flákar með ótæmandi gnægð af alls konar æti. Í augum góðra veiðimanna er það einmitt örðuleikarnir sem gefa Soginu meira aðdráttarafl en nokkru öðru veiðivatni. Sogið er eina afrennsli Þingvallavatns. 15 km neðar rennur Lindán út úr jökulfljótið Hvítá og sameinaðar heitaðar Ölfusá sem fellur til sjávar skammt austan Þorlákshafnar. Það er ekki margar laxveiði ár á Íslandi sem renna 2 stöðuvötn. Skammt neðan Þingvallavatns rennur Sogið Úlfljótsvatn og því næst Álftavatn. Við hittum fyrir Gylfa Pálsson og fjölskyldu hans. Sogið er núna eftirlætis áin mín. Hún er svo stór, svo mikið vatn og fjölbreytilegt og það er von á stórum fiski. Það er svona nokkru sinnum ári, það má segja sér 3-6 sinnum ári cirka, sem að fjölskyldan fer svona saman að veiða. 2 einnig Sogið og svo 1 sinni norður. Við veiðum mikið í sumarfríum, þau miðast meira og minna við veiði. Svo förum við hérna 3-4 sinnum á sumri í Sogið. Það er í öllu mögulegu veðri og vatnshæði misjöfn og gróður er misjöfn og það er enga 2 ferðir eins. Það sem að hrífur í hvert skipti er mitt uppáhalds veiðiafl. Hins vegar byrja ég alltaf með flugu og eiginlega það sem ég kalla þraut reyni með flugunni fyrst áður en að ég tek annað. Nú ég er töluverður spónamaður og ég tel að spónnin sé ekki hættulegar veiðitæki heldur en hvert annað ef hann er rétt og heiðarlega brúkaður. Og það vill svo til að stundum þegar maður er búinn að kasta flugu kannski í 3, jafnvel 4 tíma og tekur svo spóninn að þá tekur fiskur á sömu stöðum að maður er búinn að fara yfir með fluguna mörgum sinnum. Og það eru sumir líka sem halda að spónnin sé skaðræðisgripur vegna þess að þá taki hann ekki flug á eftir. Það er mikill misskilningur og við höfum sannreynt það hérna í Soginu að ég hef stundum sagt við félaga mína sem eru miklu flugumenn og sumir hverjir veiða eingöngu á flugu að nú þegar svona klukkutími eða hálftími er eftir af veiðitímanum eða fyrir hvíldina að þá segi ég við þá, jæja, ég ætla að sýna þeim alvöru lífsins og vekja þá. Þetta er einn af hápunktum sumarsins hjá Gylfa Pálssyni, skólastjóra til margra ára. Hann er ríflega landskunnur þýðandi og þulur náttúrulífsmynda í sjónvarpi. Hann kann að njóta þess sem íslensk náttúra hefur upp á að bjóða í besta félagsskapnum fjölskyldunni. Gylfi ætlar að bjóða honum devoninn í bæjarstrengnum. Teitur sá hann stökkva í strengnum rétt í morgunsárið og nú er búið að hvíla staðinn hæfilega. Það er ekki verið að tvínóna við hlutina. Hér gildir lögmálið, mínúta á pundið, Gylfi gefur engan slaka og tekur fast á honum. Hann er fínt þessi. Rængur. Þetta vilt hann.
Leið og laxinn þveginn, blóðgar Gylfi fiskinn með því að rífa á honum tálknin. Með þessu móti blæði fiskinum vel og hnífur þar hvergi að koma nærri. Gylfi og Stein eru góði veiðifélagar og hafi gegnum árin upplifað margar spennandi viðureignir við stórlaxa í Soginu. Mér finnst bara svo gaman að kasta flugu og eiga við flugu að ég veiði helst ekki á annað. Það er ekki af því ég held að hún sé fínni heldur en annað. Það er bara að kasta og dvelja við hana og fylgjast með köstunum og svona, það er heillandi. En það er rosalega gott að vera hérna svona í góðum félagsskap og skreppa út og taka nokkur köst og horfa bara á ána. Þetta er svo lynt og djúpt og straumþungt og seiðmagnað að maður svona hvílist mjög við það að vera hér og virða fyrir sér ána og náttúrulega reyna sikt út tökustæðinu. Strákurinn litli fékk 16 punda fisk í fyrra, akkurat hér. Og Steina fékk hérna 16 punda fisk hérna líka fyrir ofan. Fyrir nokkrum árum. 18 pund. Já, hann orðið það núna, sko. Ég man eitt sumarið þá veiddi kallinn óvenju mikið af laxi og það þurfti náttúrulega að borða allan aflann og það var laxi annað hvert mál og hann var farin að nota laxi í plokkfisk, hvað þá meira. Mér finnst gaman að þessu svona, en Gylfi er illa haldinn, hann er sjúkur í þetta. Það kemst ekkert annað að heldur en veiðar. Ég hugsa náttúrulega voðalega mikið um veiði og það veitir mér svona hugarhvíld bara þegar ég er að vinna og þarf að taka mér hlé og þá rifja ég upp eða fer ég yfir svona kannski veiðiferð sem að hefur festst í minni og mér er kær og það hvílir mig og ég get byrjað að vinna svo aftur endurnýjar eftir að vera búin að rifja þetta upp og lifa þetta upp. Og ég held að það verið fyrra að strákurinn elsti okkar fékk fisk þarna hinum megin. Það var svona 6 punda fiskur og hann rotar hann og gengur frá honum og við sjáum hvar hann leggur hann alveg hæfilega og tryggilega langt frá vatnsborðinu, frá bakkanum. Svo fer hann að veiða hér niður fyrir klettinn og við erum öll hérna megin, hann er einn hinum megin. Svo þegar hann kemur aftur þá sjáum við það að hann snýst svona í hringi og er að leita að einhverju. Kallar svo yfir til okkar og segir, hvað gerðu við fiskinn? Við náttúrulega hlaupum ekki hér yfir óvæða ána og hann leitar og hann finnur ekki fiskinn. Síðan vorum við hérna daginn og löbbuðum hann niður yfir og við sáum auðvitað sem að okkur grunaði að væri að það er stórt minkagreni alveg við klettinn sko. Og það er engin vafa á því að minkurinn hefur skroppið út meðan að strákurinn fór niður fyrir og tekið fiskinn og dreigið hann inn í greni. Minkurinn dafnar vel við sogið. Þetta grimma rándýr á mjög auðvelt með að aðlaga sig að umhverfinu og því sem að það hefur upp á að bjóða. Síðastliðið sumar var í fyrsta skipti framkvæmt skipulögð leit að mink við sogið og 39 dýr lágu í valnum þegar upp var staðið. Viðkoman er mikil í stofninum og ef fækka á minknum til frambúðar þarf að leita grenja á hverju ári. En það verður seint hægt að útrýma honum og því vissar að hafa auga með aflanum. Fiskurinn var steindauður, gat ekki hafa allt út í ána, enda það er langt frá vatnsborðinu og hann hefði fundið fiskinn þarna sem að það var ekkert aðra stað að ræða en þessum að laga. Alltaf þegar settir í fisk á breiðunni gegn Þrastalundi drífur áhorfendur að. Útsýnið er gott, en það er ekki allt sem sýnist. Ég fékk fiskinn.
Þetta er fjölskyldumál. Mamma var aðeins að taka í hann. Hann er farið niður fyrir að vera spurning hvernig maður eldir hann sko. Já, fyrst og fremst hann er stór sko. Grétar, dóttursonur Gylfa, er satt best að segja óþreyjufullur. Hann veit ekki alveg hvað móður hans er að bauka. Jó, það fór eins og margan grunaði. Ef laxinn kemst niður fyrir ölduna þarf ekki að spyrja leikslokum. Nú er mamma í slæmum málum. Grétar krefst svara. Tragedía. Grétar fékk sett einn stóran sem opnaðist og spökk og elsku strákurinn. Það er alltaf sárt að missa fisk og hjá minnstu veiðimönnunum eru vonbrigðin oft mest. Þeir eru margir veiðimennir sem hafa stigið sín fyrstu spor í stangaveiðinni á bökkum Sogsins. Tómas Guðmundsson skáld veiti mikið í soginu strax í æsku. Hann segir frá óvenjulegri beitu þegar hann renndi fyrir urriða. Skáldið beitti heilli bleikju sem hann þræddi upp á járntein með nokkrum þríkrókum sem urriðin festist á þegar hann glefsaði bleikjuna. Þetta gaf Tómasi oft góða veiði. Bambusstangirnar í gamla daga voru stórar og sterkbyggðar enda gerðar fyrir átök við stórfiska sem vart sjást í dag. Flugurnar hafa staðist tímans tönn og menn nota enn samskonar flugur og fyrir 50 árum. Veiðin í soginu hefur verið misjöfn. Árið 1948 voru færðir til bókar 418 laxar. Árið eftir veitust ekki nema 122 laxar. Fræga sagan af stórveiði Guðmundar frá Miðdal. Á 2 dögum fékk hann 37 laxa sem vógu samtals 604 pund. Meðalþungin var tæp 18 pund. Fyrir tíma virkjana fjall sogið í gljúfri milli Dráttarhlíðar að vestan og Blágrýtishrauna að austan. Miklar hringiður og straumkostu voru í gljúfrinu og dró sogið nafn sitt upphaflega á þessum efsta hluta árinnar. Með virkjunarframkvæmdum tók lífríki stakkaskiptum. Afrennsli Þingvallavatns var breytt og sogið fekk nýjan farveg í gegnum fjallið. Ómeðvitað fórnuðu menn sterkum urriðastofni fyrir nútíma þægindi, raforku. Ein virkjun var ekki nóg. Á árunum 1937 til 1959 voru tekin í notkun 3 raforkuver. Það er eitt sem allir veiðimenn sem fara í sogið ættu að vita. Á stundum þarf að hleypa úr miðlunarlónunum svo vatnsbúskapurinn haldist í jafnvægi. Þá getur yfirborð Sogsins hækkað snögglega. Sérstaka viðvörunarflautur eru þó þeyttar. Virkjanasaga Sogsins eru margt sérstæð. Kristján X, konungur yfir Íslandi og Danmörku, lagði hornsteininn að fyrstu Sogsvirkjuninni við Ljósafoss þann 20. júní 1936. Heimildarrit frá þessum tíma greina ekki frá því hvort Kristján konungur hafi haft stöngina meðferðis í stuttarlegri heimsókn til nýlöndunar, sem á þessum tíma var raunar á hraðri leið í átt til sjálfstæðis. Veiði hefur alltaf verið misjöfn í soginu og yfirleitt er lítil veiði í soginu, það sjáum við bara á skýrslunum. En hinn er ekki leina að það þolir engin laxveiði á eða veiði á 3 virkjanir með sífelldu breytileika á vassæð og vatnsstöðu. Það sé alveg útilokað. Veiði er oft á tíðum hörku vinna og reynir bæði á líkam og sál. Og oft er það þrautsegin og reynslan sem gera gæfumuninn. Það
það er ekkert auðlalegt við að veiða. Það er ekki merki einhvert lágt vitsmunastig að stunda veiðar. Þetta er manni blóð borið og hefur manninu verið aldaraðir. Og ég held að það sé afskaplega mikilvægt að nútíma maðurinn geti sótt út í náttúruna, eigi erindi út úr bæjaristnum og einu daglega þrefi og raunverulega fundi sjálfan sig hér við eðlilegar aðstæður. Því að náttúran eru þetta eðlilegar aðstæður mannsins eins og annar dýra. Þetta er eðlilegt umhverfi Gylfa Pálssonar og hann er ekki á því að gefast upp. Gylfi er yfirvegaður veiðimaður. Hann gefur sér tíma til að gæða sér á fullþroskuðum bláberjum leið og hugun reikar næsta veiðistað handan árinnar. Hérna sennilega á þeim stað, hérna við breiðuna, Ásgarðsbreiðuna, þar sem Guðmundur Einarsson frá Miðdal fékk stóru veiðina svokölluðu. Það sem var reynd ótrúleg af magni, fjölda fiska og hvað þeir voru þungir. Það voru 7 og 9 punda fiskar minnum sem að eyðilögðu meðalþungan. Og meginparturinn af þessu var og yfir og allt upp undir 30 pund. Ég man ekki hér og nú hvað þetta voru margir fiskar en það var reynd ótrúleg veiði. Og mest allt ekki bara hérna á þessu svæði hér, þessu litla svæði, þessari breiðu sem var hér ákaflega drjúg þegar að sogi var á hér og meðan að var hér stór veiði á hverju sumri og það er boltafiskar. Fiskurinn hefur smækkað. Gylfi er samur við sig. Fyrst er flugan þrautreind en án árangurs. Það er kominn tími til að sýna honum alvöru lífsins. Alvaran birtist hér sem rautt trésíli, ættan frá Sviss.
Það er komin. Glæsilegur, glæsilegur. Já, þetta er ekta soksari, sko. Hængur? Hængur, þykkur alveg aftur úr styrtlu. Þú vil þetta fallegir. Já. Ha? Það eru þessi sem hafa verið að ganga núna undanfarna daga. Veitum við, það er... Nei. Það er ekki lús á honum, þú sér að það er roði hérna eftir hann, sko. Já. Hann er ekki gamall í vatninu, þessi. Nei, nokkri dagar. Já. Þetta var stutt en snörp viðureign, dæmigert fyrir Gylfa. Hann veit hvað má bjóða græjunum og hann tekur fast á sínum fiskum. Ekki ljótur maður. Það er finn. Silfur liturinn á honum fallir þetta. Já, ég man eftir því að í Hlíðavatni við vorum að veiða eins og ég hef búinn að lesa einhver reyðarinn og óskupum hvernig ætti að gera þetta allt saman. Og fór eftir bókarreglunum, sko, að það mátti ekki hafa hátt og það mátti ekki vaða ógætilega og ekki skvampa og ekki kalla eða tala. Svo kemur einhver fisksalur Hafnarfirði á rauðum og ofanlíndu bússum, kallandi og gargandi á fólki sem var hérna í kring og öslar úti og verður að mikill buslugangur og kastar og línan flækist hér og þar vatni, sko, í fiskjum leið. Og hann dró hvern fiskinn að öðrum og ég fekk ekki neitt, sko. En dofnar ekki áhuginn og eljan með árunum. Ég ætla að halda áfram við í soginu bæði sumar og öll þau sumur sem að ég get staðið í lappirnar og vaðið í vatni. Og ég held að það sé komin tökutími núna. Þarna bærði á sér eitthvert óþekkt skilningavill veiðimannsins, en skildi hann reynast sannspá. Það að selja útlendingum það sem að, já, mér finnst að við séum eiginlega rétt bornir til þess að eiga og njóta. Við þreyjum hér langan vetur og skammdegi og njótum þessa sumars sem Ísland gefur okkur mjög skamman tíma og mér finnst að við hefum rétt til þess og við hefum heimting á því að njóta þess til botns. Og þar með að fá að, já, vera forréttindastétt í okkar landi. Það er einmitt það sem Gylfi gerir. Hann nýtur náttúruna til fulls og þessu augnabliki tilheyrir hann forréttindahópi þeirra manna sem kunna njóta þessa veiða.